Komiði sæl og velkomin í Bókaþjóðina, þátt íslenska bókmenntir. Viðmælendur mínir í dag ekki verri endanum. Við hefjum leika með Evu Björgu Ægisdóttur sem ætlar að segja okkur frá nýrri glæpasögu sinni. Þá kemur Hrönn Björgvinsdóttir af Amtsbókasafninu og ætlar að fjalla vinsæla bækur á þessu ári. Og í endan fræðist við byggðasögu Skagafjarðar, en Hjalti Pálsson er að ljúka miklum bálki 10. bindið sem var að koma út og þar með, langri sögu lokið. En við hefjum leika með Evu Björgu sem með okkur í gegnum fjarfundabúnað. Komdu sæl, Eva Björg. Já, sæl. Hér komin nýr doðrantur eftir þig. Þú hefur nú heldur betur markað þig inn, eða sett þitt fingur að fara á íslenska glæpasagnahefð á mjög stuttum tíma. Þú sér mig ekki, nýjasta bókin þín, til hamingju með hana. Hvað getur, ef við bara byrjum, hvað segir þessa bók? Já, takk fyrir. Ég svo fyndi það því að það segja alltaf allir þetta sé svo mikill doðrantur, að því hún virkar svo löng, sko. Já. En þetta stysta bókin. Hún fæstu orðin, þetta bara sett upp svolítið mikið að kaflaskilum, en hún virkar lengri en hún er. Já, ég tók einmitt eftir í fyrirgeði þegar ég las að kaflarnir eru stuttir. Þetta það sem að kalla sjálflettingur, sko. Það spennandi að vita hvað kemur og gerist í næsta þætti. Það náttúrulega dreifist þetta á svo margar blaðsíður, sko, af því að þessi aðeins með öðruvísi formi en hinar bækurnar mínar. Ég hef verið að skrifa 3 bækur sem eru sería og gerast í réttri tímaröð og í þessari bók þá var ég bara orðin eitthvað þreytt á glæpasögum. Já. Þessum típisku glæpasögum þar sem að það einhvers konar morð og það lögregla að rannsaka það og það lengi blundað í mér langaði að skrifa meiri spennusögu sem þá, út frá öðrum útgangspunkt þar sem að allt byrjar í rauninni bara vel, skilurðu, það allt í góðu í byrjun. Já. Og svo endur hún náttúrulega með verst á móti. Já. En svo langaði mig samt að hafa þetta í seríunni minni. Ég náttúrulega búin að lofa seríu úti og svoleiðis að því að búið að selja hana út og svona. Já. Þannig að þetta var lendingin og eins þá langaði mig heldur ekki að taka ákvörðun hvort ég ætti að hafa COVID í bókinni. Já. Og bara nefndi ekki að hugsa það einu sinni. Þannig að jákvæða að þessi gerist í rauninni mánuði áður en María í steganum hefst. Já, akkurat. Þannig að við erum stödd árið 2017 í þessari sögu, einmitt. Á undan COVID, á undan Elmu. En margir lesendur þekkja orðið Elmu og Sævar og síðasta bókin Næturskuggar, þar var mikið að gerast í einkalífinu hennar Elmu. En við sitjum bara þá ís í bili. Og en ég hafði afskaplega gaman að þessari. Hér ertu náttúrulega að vinna með bara allt öðruvísi uppbyggingu. Það þessi stóra fjölskylda, Snæbergs fjölskyldan og hún er alls konar, svo við segjum ekki meir. En það þessi stór fjölskylda sem fer á ættamót og þarna þetta svolítið Agathu Christie-legt, sko. Það svona afmarkað hótel og svo kemur rosalega vont veður og svo fara ýmsir hlutir að gerast og við fylgjumst með dýnamíkinni innan fjölskyldunar og annað þess aftar. Hvernig fyrstu þessa hugmynd? Hvernig kemur þetta til? Og mér langaði svolítið, þetta hefur náttúrulega verið svolítið vinsælt úti, að það náttúrulega ýmislegt sem að fer að trenda úti og ég les mjög mikið að enskum spennusögum sem að ég bara einfaldlega óþolinmóð að bíða eftir þýðingum. en þetta var svolítið sem að ég hafði mér hafði lengi langað að prófa að setja hana svolítið svona upp og hafa svolítið mér svo gaman að skrifa fyrstu persónu og hafa þetta út frá nokkrum persónum og ég held að það sé einstaklega gott til að þetta fer svo mikið fram náttúrulega sagan spennan felst svolítið í sálar lífi persóna og hvernig þeir upplifa hvort annað og þarna erum við með mjög ríka fjölskyldu og þess vegna finnst mér gaman líka að hafa eina persóna þarna sem er alls ekki þessi típa eins og þau, Þú verður að sjá svolítið fjölskyldana með utanaðkomandi augum. Þannig og þannig að það var svolítið hugmyndin, mér langaði að gera þetta form og svo líka það bara Snæfellsnesi. Mér langaði alltaf að setja stærstu sögu á Snæfellsnesi. Snæfellsnesi svolítið staðurinn þar sem ég fór rosalega mikið sem ung stelpa, við höfum bústað á Arnarstapa. Og ég ólst svolítið upp þarna við að hlusta á alls konar draugasögur, elskaði að láta hræða mig við olíulampana á kvöldin. Þannig og mér finnst bara eitthvað orkan á Snæfellsnesi og öll þessi svolítið mikið af alls konar
svona dulspeki þarna og svona þjóðsögum og mér fannst það bara, mér langaði svolítið að hafa það sem einn karakterinn í sögunni. Já. Þannig að þess vegna sett ég hana í svolítið svona, hótel sem ég bjó til þarna við Knarrarkletta sem eru svona staður þar sem dauðatíðnin er ansi há. Bara, ég held að hafi ykkur 10 manna fallið niður klettana þarna þegar það voru að leið að versla á búðum, þar sem hótelbúðir eru. Þar var ráðið svona verslunar aðstæða. Þannig að þannig ég svona, það var eiginlega þetta svona sambland af hugmyndum fyrir bókina, sko. Já, og sko náttúran bara eins og þú segir, svona eins og sko umhverfið svo mikilvægt söguþræðinum og svona söguframvindunni. Og við vitum þannig mjög snemma í byrjun, eða bara alveg í blá byrjun, þar eitthvað agalegt að gerast og við vitum að það einhver einstaklingur sem að deyr, en það ansi skemmtilegt. Já, þetta að sko, hver það sem dó? Það kannski svolítið skemmtilegt fyrir lesandann. Já, og ég held að ráðgátan felst svolítið í því, sko, mér langaði svolítið að hafa kannski 3 þætta ráðgátu. Það náttúrulega bara, þegar við fáum að fylgjast náttúrulega með svona, að þetta gerist allt yfir eina helgi og svo koma þarna Hörður og Sævar, persónur úr fyrir bókum og þannig við vitum strax að það lík þarna, en ráðgátan felst í því náttúrulega hver myrtur, hvers vegna og af hverjum. Þannig að þetta svona, ég langar svolítið að leika mér með það og það var náttúrulega líka svolítið svona áskorun að hafa kaflana sem mjög stuttir þarna, lögreglurannsóknin fær kannski ekki rosalega stórt hlutverk þarna, en það var svona áskorun að láta ekkert uppi þar í þeim köflum, sko. Það mjög skemmtilegt. Já, ég skal trúa því og þau örugglega þurft einmitt að ritskoða þig eða svona halda aftur af þér til þess að halda spennunni hjá okkur, lesandanum. Og það er líka bara íslenskunni að því að þá svo mörg orð sem kynjuð, sko. Já. Þannig að það er svolítið erfitt að skrifa texta þar sem þú mátt ekki gefa uppi hvort kynið Nákvæmlega. Já, og það svo fyndið hvað, sko, maður gerir sér eitthvað í hugleiðnd og ég var einmitt svona farin að giska og svona komið með einhverja hugmynd en já, þú hélst mér alveg á tannum. Ég þótti það afskaplega skemmtilegt. Og svo hafði ég gaman af því að sjá til dæmis Sævar aftur og Hörð sem að mér og öðrum lesendur sem hafa lesið bækurnar þínar okkur kunnug. Og ég viðurkenni að ég var samt svolítið svona svekkt að vita ekki hvernig svona gengur hjá Elmu. En það kemur næsta bók, ég lofa. Já, þannig að það líka svo gott. En sem heildstætt verk þá finnst mér þessi standa algjörlega fyrir sínu. Og það sem mér langar svona hrósaði fyrir því ég hef svo gaman af því þegar þetta í bókum, að þú ert með ættartré fremst í bókinni, að því að persónur eru æðimargar. Og þar setur bara upp einfallega fyrir lesandann Snæbergsættina og við getum skoðað og fylgst með og flett aftur þegar við erum að kynnast öllum þessum einstaklingun í byrjun. Ég hugsa að það væri svolítið mikilvægt af því að þetta náttúrulega ættarmót og ættir eru stórar. Það nokkrir ættliðir hérna og ég hugsa að það væri svolítið erfitt fyrir fólk kannski að fylgja þræðinum ef það er alltaf að hugsa hver á þetta aftur. Þannig að ég held að margir hafa einmitt svona bent á hvað gott að hafa þetta ættartré. Mér fannst þetta afskaplega lesendavænt og heppilegt. Og einnig að því að þarna eru líka makar og svo stjúpbörn eða ættleiðsbörn eða hvernig það sko. Þannig að það gott að hafa svona heildaryfirsýn. En svona, hvað myndirðu nú segja að sagan hverfist samt í grunninn? Hver svona heildarhugsunin? Það náttúrulega kannski svolítið nafnið á bókinni. Þú sérðu mig ekki. Það sem að, sko ég myndi segja þetta sé svolítið hugmyndirnar sem við gerum okkur annað fólk. Náttúrulega fólk sem á samfélagsmiðlum og í fréttum og alls konar. Og hvernig við setjum suma upp á ákveðin stall, sko. En ég held að í grunninn séu flestir bara ósköp venjulegir. Og svo þetta, sko, það sem að við svolítið svona tökum ekki eftir í umhverfi okkar og hver við erum svona innst inni og hvað við setjum svona út á við. Og svo eru náttúrulega nokkur þema þarna, ég kem inn á svolítið svona, það ein úlingsstúlka og það svolítið svona samfélagsmiðlarnir og svo náttúrulega hvað þýðir að vera foreldri, hvað hvernig ég á nú strák sem á stjúppappa sem þetta svo mikilvægt, sko, þetta svo margt sem skiptir máli í þessu. Þetta oft svo vandmeðfari og íslenska fjölskyldur geta, og bara fjölskyldur yfir höfuð, eru oft svo stórar, það svo víðfærmar og marglaga. Já, ég á sjálf rosa stóra og flókna fjölskyldu og
og mér langaði svolítið að svona ná þessum svolítið svona anda það sem að fjölskyldur hittast og það er áfengi við hönd og hver hefur ekki farið á íslenskt ættamót þar sem að þetta er svona íslenskt ættamót í fínnikantinum en það er náttúrulega oft sem að við Íslendingar kunnum vel að skemmta okkur sko, þannig að það vantar ekki þessari bók held ég. Nei. En það er líka svo aðgengilegt og það er svo, já svona, eitthvað sem við tengjum öll við og sem ég held að geri söguna sennilegri því að vissulega eru nú yfirleitt ekki einhverjir sem að láta lífið á íslenskum ættamótum en það gerist hér. Eva Björg, virkilega bara skemmtileg saga, ég átti erfitt með að leggja hana frá mér og einmitt þrátt fyrir hún sé þykk þá rann ég í gegnum hana af því að líka ég vildi vita hvernig stæði á þessu öllu saman. Mér finnst þú bara að vera vaxandi, ég hlakka til að sjá hvað þú gerir í framtíðinni. Þakka þér kærlega fyrir að koma og spjalla við okkur hér í Bókaþjóðinni. Takk. Takk fyrir það.